11. liður á dagskránni sameining Grímseyjarhrepps og Akureyrarkaupstaðar og það bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var dreift hér í upphafi fundar drögum að bréfi sem stílað á samgönguráðuneytið sem beiðni um staðfestingu á sameiningu þessara tveggja sveitarfélaga. Þann 25. apríl síðastliðið var kosið þessa sameiningu og það ánægjulegt að segja frá því að kosningaþátttaka var mjög góð, tæp 80% versus 22% kosningaþátttaka minnum í sameiningakosningunum Hrísey hér árið og já sögðu 69,3% og nei 24,7%. Þannig að niðurstaða bæjarbúa nokkuð afgerandi og ánægjulegur. En þetta bréf, þetta formsatriði, fjallar það að biðja ráðuneytið það að fallast á þessa sameiningu, eða staðfesta þessa sameiningu réttara sagt. Og það gengið út frá því að hún taki gildi þann 1. júní næstkomandi og að bæjarstjórn Akureyrar fari með stjórn hins sameinaða sveitarfélaga fram að almennum sveitarstjórnarkosningum árið 2010. Hið sameinaða sveitarfélag skal heita Akureyrarkaupstaður og það verður farið eftir samþykktum stjórn kaupstaðarins og fundarskói bæjarstjórnar í hinu sameinaða sveitarfélagi. Það verður skipið þarna samráðsnefnd sem hin eiginlega hreppsnefnd Grímseyjarhrepps sem mun starfa fram að næstu kosningum og hún mun vera tengiliður við bæjarstjórn en síðan fagnefndir Akureyrar sem munu fara hver á sínu svið með málefnin sem varða Grímsey. Og síðan tekið fram í þessu bréfi að allir íbúar Akureyrarkaupstaðar og Grímseyjarhrepps verða þegnar hins sameinaða sveitarfélags frá 1. júní og allar eignir og skuldir, landréttindi og skyldur beggja sveitarfélaganna falli til hins sameinaða sveitarfélag frá sama degi. Og eins og sagði áðan, þetta formsatriði og ég hér með óska eftir heimild til þess að ganga frá beiðni til samgönguráðuneytisins staðfestingu á gildistöku sameiningarinnar. Orðið laust 11. tölulið, Baldvin H. Sigurðsson, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna þessum ótvíræðu úrslitum sem fengust með kosningunum sameiningu Grímseyjar og Akureyrar og ég þess fullviss að sú niðurstaða verði báðum sveitarfélögum til góðs í framtíðinni. Og einnig vona ég að þetta skref sé annað skrefið í sameiningu allra sveitarfélaga við Eyjafjörð sem ég tel áríðandi að takist til að skapa sterkt mótvægisafl gagnvart suðvesturhorninu og þeim drottnandi áhrifum sem þar gætir og vegna þess ójafnvægi sem ríkir milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins sem kemur fram á mjög margan hátt í hærra vöruverði og flutningskostnaði og öðru slíku. Og þess vegna vil ég fagna þessu skrefi okkar og vona að verði stutt í það næsta átak. Hermann Jón Tómasson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og síðasti ræðumaður lýsa ánægju minni með þróun þessa máls, í rauninni ágæta þátttöku í kosningunum og afgerandi niðurstöðu. Ég þess fullviss að þetta gæfuspor fyrir okkur sem hér búum á Akureyri og eins vona ég og trúi að þetta verði gæfuspor fyrir Grímseyinga sem núna verða hluta þessu nýja sveitarfélagi. Og svona, þegar hugsaði tilbaka þá ekkert voru langt síðan þetta mál fór á hreyfingu á ný og það hefur gengið vel að vinna þetta áfram og komast að þessari niðurstöðu og ég trúi því að sú velgengni mun halda áfram að samvinna íbúa á þessum tveimur stöðum í nýju sveitarfélagi verði okkur öllum til góðs. Takk fyrir. Orðið laust 11. tölulið, Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla svona aðeins að bæta bara í púkið til viðbótar því sem aðrir bæjarfulltrúar hafa hér sagt þetta mál. Ég ákaflega glaður yfir því að þetta gekk svona vel, þetta fekk afgerandi kosningu
Mér finnst þetta mikill gleði dagur raun og veru að við skulum vera að stíga hér eitt af síðustu skrefunum í þessu máli. Þetta er í raun og veru stór viðburður að þessi útförður okkar í Norðrey skulu vera komin í þetta náið samband við okkar bæjarfélag. Og ég er sannfærður það að þetta á eftir að verða báðum aðilum til góða þegar framlíða stundir. En ég er ákaflega ánægður með niðurstöðu kosningana og hvernig þetta mál hefur unnist og í raun og veru óska íbúum beggja byggðarlaga til hamingju með niðurstöðuna. Orðið er laust 11. tölulið. Það ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs. Í máli bæjarstjóra kom fram ósk til bæjarstjórnar það að heimildir er gefin til þess að vinna að staðfestingu á sameiningu Akureyrarkaupstaðar og Grímseyjarhrepps á grunni þess erindis sem bæjarstjóri gerði grein fyrir og lagði fram hér og hér er borin upp svo tillaga að bæjarstjórnin heimili bæjarstjóra að ganga frá staðfestingu á gildistöku sameiningar Akureyrar og Grímseyjar á grunni þess erindis sem hér var lagt fram á fundi bæjarstjórnar í dag og ég bið þá bæjarfulltrúa sem að sammála eru því að gefa merki. Takk fyrir samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.